Veðurhorfið. Já, komið sæl. Það var fallegt útivistarveður mest allt land í dag og sérstaklega hér á vesturhelmingi landsins þar sem að sólar naut við allan daginn. Byrja aðeins að trekkja hér upp á suðurhiminn, hér suðvestanlands núna seinnipartinn og það er kannski vísbending á svona það veður sem er í vændum hjá okkur. Skil sem er að nálgast úr suðvestri og við sjáum hérna hvernig það gerist, lægð sem er að koma hér upp að suður odda Grænlands og skilakjari frá þeim, þetta samskil, þau koma hér inn hádegisbilið eða fyrir hádegi og ganga norðaustur yfir landið á morgun. Það var ekkert svona sérlega hlýr loftmassin hjá okkur í dag en þá vorum við að sjá hita farið þetta 4, 5, 6 og jafnvel 7 stig. Sólin er farin að verma það mikið en öllu hlýri loftmassi sem að fylgir þessari lægð og í raun og veru getum við sagt að næstu dagar að þeir verði svona mildir að mestu leyti, það kólnar eilítið þegar þessi skilganga yfir annað kvöld en hlýnar nú tiltölulega fljótt aftur og svona það sem eftir lifir viku verður meira og minna milt hjá okkur. En skilin nálgastæði, það er náttúrulega hvessir og þyknar upp á undan þeim og skilin eru hér hádegisbilin komið hér inn á suðvesturströndina á morgun og við sjáum að það er hvassviðri eða jafnvel stormur og undan þessu skilum og getur alveg verið vel kviðótt sérstaklega það sem vindur stendur af fjöllum. En í skilunum sjálfum verður náttúrulega að finna töluvert magn af úrkomu og það sem er búið að hlýna það mikið þá verður þetta nú svona víðast hvar rigning, getur verið slydda skamma stund þá fremst í skilunum en aðalmálið er kannski þessi hvassi suðaustan strengur sem að gengur síðan sem að smá saman ásamt skilunum þá norðaustur yfir landið. Og annað kvöld að þá verða skilin nú komin í gegn hér á suðvesturhorninu, þetta er aldrei gaman að sjá þetta því að það vindur snýst all snögglega þegar skilin hafa gengið í gegn úr suðaustanátt yfir í suðvestan, þannig að þetta eru mjög skörp skil og áfram haldaði för sinni síðan norðaustur yfir landið og á þriðjudag þá verður áttin orðin suðlæg víðast hvar á landinu, strekkingsvindur í sérstaklega þá hér vestanlands og til fjalla, hægari vindur að mestu leyti á norður og ekki síst á austurlandi, skýjað vestanvert landi og þar getur rignt allavega hluta úr degi og þá svona fyrst og fremst á fyrripart dags en austar á landinu verður þriðjudagurinn öllu bjartari. Og við getum nú farið svona tiltölulega fljótt yfir sögu hvað varðar næstu daga. Við sjáum að við höldum áfram hér í suðlægri átt á miðvikudaginn, eitthvað getur rignt lítillega á vesturhelmingi landsins, bjart við eftir að austar dregur og hitatölur svona farin að nálgast 10 stigin og fara sjálfsagt það sem hiti verður hæstur yfir 10 stig á miðvikudaginn og það verður enn hlýrra í þessu hjá okkur á fimmtudaginn eins og við sjáum hér þá er þess að vænta að það gerir 10-15 stiga hita á norður og jafnvel austurlandi líka og 5-10 stig annars staðar á landinu og sem fyrr sunnanátt með einhverju vætu hér vestanlands en þurrt annars staðar og jafnvel sólríkt á austanverðu landinu. Og ekki að sjá að þetta breytist að neinu ráði fyrir í fyrsta lagi á laugardaginn. Þá getur nú komið svona kólnað allan stundarsakir. En við skulum vinda okkur þá yfir til Evrópu og sjá hvað er að gerast þar. Það er ágætis veður svo sem í Skandinavíu en ekkert sérlega hlýtt eins og við sjáum. Víða þetta á bilinu 0-5 stig á morgun, rignir í Stokkhólmi, sól í Osló og rignir í Kaupmannahöfn og svona kalt kannski í mið og Evrópu, sjáum að það snjóar í Alpalöndunum en bjart veður á Ítalíu sem og á Íberíuskaga á morgun. Og örstutt yfir til Norður-Ameríku, það er nú ekki margir staðir hér sem er að sýna hita yfir 10 stigum, það er náttúrulega í suðurríkjum Bandaríkjanna, það sem hitinn nú reynda víða yfir 20 stigunum. Og svo erum við að tala sunnanverða Kaliforníu þar sem að hitinn er svona í nálægt 10 stigunum í Los Angeles á morgun en ekki nema 8 stig í San Francisco. En það er þessi skil að fara yfir landið á morgun, hvassviðri og töluverð úrkoma sem fylgir þeim. Sem þetta gott í bili, verið sæl.